Gott fólk, takk fyrir að koma og vera með okkur þessa litlu stund. Þetta mikil sýning sem uppi á verkum Jóns Óskars. Ein stærsta sýningin sem við erum með á árinu og nýju ári. Þetta blæðir yfir og þetta byrjaði auðvitað, þetta fagnaðarefni að hún komst upp á 130 ára afmæli Listasafnsins og afmælið heldur vissulega áfram. Og hér Jón Óskar mættur, ég veit ekki hvort þarf að kynna hann til leiks, en hann á sér langan feril, allt aftur til upphafs 9. áratugarins og rækilega innritaður inn í þessa stefnubreytingu sem átti sér stað þegar að fyrsta svokallaða konseptbylgjan eða hugmyndlistabylgjan var svona, það var að draga úr henni og allt í einu spratt upp það sem engan grunaði að gæti komið aftur. Það var málverkið sem sumir voru búin að dæma dautt og liðið, en í kringum 1980 þá urðu gríðarleg umskipti og málverkið kom inn með miklum þunga. Að mörgu leyti þarna var nýja stefnu að ræða, þetta var alls ekki gamla málverkið, þetta var nýja málverkið eins og það fékk að heita á íslensku, en þetta var það voru mikil umbrot og svo sem margt sem að menn tóku mið af, og meðal þess sem ég langar til að spyrja þig, Jón, náttúrulega konseptbylgjan, hún var svo mikið bundin við Holland og ekki að ófyrirsynju. Þar hafði náttúrulega Zoom-hópurinn átt sér annað heimaland ef svo má orðið komast, og kynslóðir manna fóru þangað, og nú var allt í einu varð svo breyting á að ýmsir fóru að bregða út af, og þú meðal annars, þú hélst vestur haf til Ameríku. Hvað var það sem kallaði þig þangað? Já, bara fyrst og fremst, það voru svo margir af mínu skólafélögum sem voru í Holland og ég held að myndi gera mig gott að fara eitthvað annað. Það eiginlega ein ástæðan, og ég velti fyrir mér annars vegar Berlín og svo New York, reyndar London líka, en það var ekki mikið í gangi í London á þessum árum og ég tala ekki þýsku, þannig að New York lá svona beinast við, og ég hafði jafnframt bara mikinn áhuga á ég vildi fara til borgar það sem var mikið svona rocktónleika og fleira, og þarna voru mörg mín uppáhaldsbönd, þannig að það hjálpaði líka. En að því þú talar konceptlistin, þegar ég var í skólanum þá var konceptlistin mjög áberandi og maður vann mikið í þessum dúr. Ég man að ég reyndi að stæla Sigur Guðmundsson og Kristján og Reyn, Tony Kragg og svona menn. Nema það, ég fann mig aldrei í því, mér fannst það aldrei, það var alltaf svona svo léleg verk eftir þá. En þegar ég í New York þá fer ég að mála fyrirmyndirnar, tek síðan ljósmynd af því, mála fólk og taka þannig einhverja uppstillingar. Og það ein risastór, eða þrjár faktist risastóra myndir sem við eigum serju eftir þig, eða listasafnið og þar með þjóðin, af einmitt þar sem að þú tekur mynd af máluðum módelum.
Og í gegnum það, sko, þá kynnist ég raunverulega málverki og átta mig á því að ég miklu meira gaman að því að vinna þetta með höndunum heldur en að dokumentera það í ljósmynd. Og það byrjun að því að ég fer að teikna meira og mála. Það reyndar alltaf teiknað en ekki málað. Og það hefur alltaf sko hrifið mig í minni vinnu, þar að segja. Að það þetta hands-on að maður gerir hlutin. Hann ekki sko vélrænn eða nei, það ekki hugsað. Sjá fingraför listamannsins. Akkurat. Fannst þér þú fá út frá Ameríku þar sem að þú varst að sækjast eftir? Varstu snortinn af því sem var að gerast þar? Geturðu lýst í örlítið svona? Já, það náttúrulega borg eins og New York þannig að og reynda flestar þessar stórborgir, ef það eitthvað spennandi sem gerist einhvers staðar í heiminum, þá kemur það fyrir það síðan þangað. Og ef það á ekki, þá þegar upptök sín þar. Þannig að maður hafði náttúrulega aðgang að öllum þessum galleríum og kennaraliðið var mjög fínt. Maður valdi þessi prófessora og svo voru jafnframt í skólanum tæknimenn sem að voru ekkert að velta fyrir sér myndlist en þeir kunnu öll sko til dæmis eins og í myndhöggvaradeild þar varstu bara með sérfræðinga í rafsöðu, trésmíð og hverju sem var. Meðan að prófessorarnir velta aldrei fyrir sér framkvæmdinni heldur bara verkinu. Og maður sem sagt velur sér þarna prófessora og ég hafði þann háttinn á að ég valdi alltaf prófessora sem að ég viss að væru stæður svolítið á sikkurum kantinum því að svo bar maður alltaf sömu verkin undir þessa ólíku prófessora og það fékk ég mjög mikla umræðu meðan einn var kannski ánægður með að það var annar sem að þoldi það ekki og svo framvegis og svo gæti ég mátað skoðanir þeirra á hvorum öðrum. Þannig að það var mjög fínt. Þegar þú ert þarna þá það var talað það svona að alþjóða fram að þessum tíma þá hefðu Bandaríkin verið svo rosalega yfirþyrmandi en nú allt í einu þá upp úr 1980 þá var svona eins og það komi að Evrópubúar hafi náð að einhverju leyti vopnum sínum og það var mikil bylgja af evrópskum listamönnum sem að þustu yfir til New York. Ég man eftir því þegar ég heimsótti þig að þig og svo sem konu þína Huldu Hákon að það var mikið látið með Ítalina, Francesco Clemente og fleiri svona nýmálara ítalska og svo voru Þjóðverjar mjög áberandi. Já. Það ég sagði áðan sko að þegar þetta kemur upp á Ítalíu og Þýskalandi það komið nokkrum mánuðum síðar til Bandaríkjanna því þá var það nýja hæpið sko, þetta var það sem var mest spennandi og þetta hafði mikil áhrif á ameríska málara og stúdenta sem voru þarna leið og ég. Þannig að tvímælalaust að það breytti miklu í minni vinnu. Ég var mjög hrifinn af Þjóðverjunum og ekki eins af Ítölunum sem voru svona meira slikk. Hundlegri svona. Já, ég man eftir sko ljósmynd bók sem fjallaði þetta nýja málverk og þá voru myndir af amerísku málurunum, Snabel og Sall og þessir. Já. Og svo voru það Þjóðverjarnir. Já. Og svo var þriðja myndin af Ítölunum. Og Ítalarnir voru allir mjög flottir sko, þeir voru eins og módel í fallegum fötum svona Armani og konurnar þeirra voru allt bara módel held ég. Já. Ameríkanarnir þeir voru svona berir á ofan svona og köflóttum skyrtum
og svo voru Þjóðverjarnir sem voru bara eins og þeir sofið í leðugalanum sko, í 2 ár og mér varst að súmmerast upp í þessum hvernig þeir litu út allir. Þá skildur leið af hverju þeir gera svona myndir en ekki hinsegin og fyrir vikið það hef ég alltaf þó ég hef gaman að myndlist þá ég eiginlega spenntari fyrir myndlistamönnunum þegar ég sé verk eftir einhvern að velti ég fyrir mér hvernig hvaða maður gerir svona mynd af hverju gerir hann þetta og ég hef alltaf haft tilhneigingu til þess að horfa á myndlist eins og ummerki ekki endilega sem mynd heldur það bara þarna hefur einhver maður verið framan við einhvern flöt sýslað við hann í 1 eftirmiddag eða 3 mánuði og þetta eru ummerkin og þegar ég horfi á myndir sem ég á eftir kollega mína þá verður mér oft hugst til þess að þarna satt hann eða hún og var að sýsla við þennan flöt og ég á alltaf mjög erfitt með að aftengja það. Mér finnst það alltaf það er einhver ára við myndina. Þú ert á sammála Andy Warhol þegar í Stokkólmi spurðan þegar hann kom þangað fyrst hvað list, art og þá sagði hann það stytting á orðinu artist. Já. En einmitt að þú skuli nefna þetta svona, þú síðan kemstu í mjög náin tengsl við norræna kollega þína. Norræna kollega þína. Já. Þú varst að vísu, ég gleymi að segja að einn af kennurunum þínum í New York er Jan Groth, mikill teiknari og veflistamaður. Já. Norskur uppruna. Þetta var þannig að þegar við vorum þarna í námi þá kom sýningarstjóri frá Finnlandi, Maretta Jaakuri og meiningin hjá þeim var að setja upp svona farandsýningu Norðurlöndin sem átti að vera norrænir málarar sem búa í New York eða skandinavar og Íslendingar. Nema þegar hún kemur þá var hún svo hissa á hvað var mikið af Íslendingum og hvað voru mikil rassaköst þarna í gangi að hún ákveða að breyta þessu í bara sýningu sem eru Íslendingar í New York og sem var kölluð Miklatún Manhattan og þessi sýning fór öll Norðurlönd og fengum gríðar fína kynningu og í gegnum það og í framhaldi þá komumst við svolítið inn í þann sýningarheim eða galleríheim og ég held að Jan Groth hafi kannski ekkert svo mikið með það að gera það var það má eiginlega þakka Ólafi Lárussyni fyrir það. Já, blessuð sé minning hans. Já, og þá var það, hann hafði verið í Sveaborg og Maretta þekkti hann og spurði hann hvort hún vissi einhverja Íslendinga í New York því að hún ætlaði að gera þessa skandinavísku sýningu og þá vísaði hann á okkur og þetta endaði sem sagt bara sem íslensk sýning. Og þetta var gríðarlega mikil þarna komust á tengsl sem voru mjög öflug svona Norðurlöndin unnu saman einhvern veginn þetta var svona hópur af mjög góðum listamönnum sem það var líka við vorum líka heppin að þetta á þeim árum sem að Norðurlöndin voru að reyna að byggja upp heilmikið samstarf sem ekki jafn mikið í dag, því miður. En þetta gerði okkur mjög gott og svona norrænar samsýningar sem kom upp úr þessu. Það eina sem maður leið svolítið fyrir var það að maður fann inn á að þá voru kannski norrænar samsýningar sem fóru hingað og þangað heiminn. Og Svíar borguðu svo mikið og Danir og Finnar og Íslendingar aldrei neitt. Við fengum alltaf
og þetta var oft svolítið neyðarlegt, sko. Maður var svo meðvitaður það að smæðin var. Já, og það var ekki heldur áhugi bara hjá íslenskum stjórnvöldum eða. Við vorum svona dálítið, við erum náttúrulega töluvert langt frá þeim af þessu leyti. Ég fékk að heyra þetta þegar ég var svo sem á Norrænu listamiðstöðinni að en svo sögðu menn, jæja, það nú ekki dónalegt, þið borgið allavega allt kaffið sem við drekkum og það nú alltaf borgað af ykkur og þannig að þeir voru svona og vildu hafa okkur með. Það var, ég fann aldrei fyrir því að þeir væru eitthvað, það veru ónot út af því að við værum svona litli minnsti bróðir. Já. En svo heyrðum við líka svona gagnrýni að það var einn sýningarstjóri sem sagði að það væri svolítið skrítið með Ísland að það eins og það gleypti listamennina sína. Það kom upp listamenn, við eigum gríðarmikið af áhugaverðu fólki og það kemur fram, gerir hluti sem við tökum eftir og svo hverfa þeir. Því það sko, þá nýja brumið farið af. Það ekkert bakland sem heldur áfram að vinna í eða bakaði upp. Og þetta að þínum mati kannski eitt af því sem við þyrftum að huga verulega að. Við erum góðir í grasrótinni en kannski eigum erfiðar. Já, svo náum við ekki að rækta það og svo það náttúrulega tilfellið að þegar þú ert 20, 30, þá ertu náttúrulega til í allt, sko. Og þú til í að gefa vinurinn að borga með þér jafnvel, bara til þess að geta sett upp hluti. Og svo endanum þá náttúrulega getur ekki staðið því lengur eða þú nennir því ekki fyrir þess að þú ferð að skynja þessar lokuðu dyr. Já, þetta og þannig, sko, ég þarf ekki að horfa yfir bara síðustu 30-40 ár, þá sér maður hvað margir hafa komið upp og svo hafa þeir bara svona horfið inn í samfélagið aftur. Var það að gera eitthvað annað? Þetta synd vegna þess að þetta nú okkar sterkasta hlið, menningin og listirnar. Svo ég vitni til kollega þíns Ragnars Kjartanssonar sem var einhvern tímann kannski ekkert svo langt síðan að hann var í New York og í partíi hjá nokkuð þekktum leikara, Robert Redford og það spannst út að þarna væri Íslendingur og þá var einhver rödd í salnum sem sagði Íslendingur, bad businessman, good artist. Þá var kominn þarna Georg Soros, þessi frægi maður sem að felldi pundið eins og frægt orðið. Og þannig að í rauninni þá kannski ættum við að fara að huga betur að því að taka menninguna, það kannski okkur vantar að setja ekkin í þá körfuna. Já, lifa því að svona. En síðan Jón, þá ferðu, þá liggur leiðin aftur yfir til Berlínar. Þú komst í tengsl við þýska list. Og það ýmislegt í þínu málverki finnst mér sem að þú nefndir það áðan að þýska listin þegar þú varst í New York hún leitaði svona örlítið á þig. Og geturðu sagt okkur örlítið sko aðferðafræðið þín. Þú málar stórt eins og Bandaríkjamenn gjarnan gera, en Þjóðverja líka. En Þjóðverja gera það líka svo sem. Það er reysa málverk. Geturðu gefa okkur svona rétt aðeins innsýn? Ég hef nefnt að það sé erfitt að gera upp á milli þín sem málara og teiknara. Að því leitinu sérstu, ég held ég hafi orðað það í útvarpinu eitthvað á þá leið að þú væri sennilega mjög sannur eftirmaður Kjarval. Já, það er ekki amaleg ummæli. Ég veit ekki hvort ég sé þess verður, en mér finnst
sko stærðir hafa alltaf hrifið mig og það er það sem að ég finn fyrir hjá Ameríkönum og ég held að áhugi minn á myndlist sko byrja hjá popurunum þegar ég er unglingur kannski að því að ég hafði áhuga á myndasögublöðum eða einhverju slíku að þá allt í hennu skildi maður menni eins og Lichtenstein og Warhol og fleiri þetta svona ósvegulega reyna teikning og bara tungumál í myndunum sem höfðaði tímans. Og áræði kannski og Já, þetta var svona ég man að maður hugsaði má þetta líka og með það og þannig ég málaði herbergið mitt sko ég tók upp svona myndir eins og Lichtenstein og málaði veggina hjá mér Þannig að Hasablöðin já og svo með Þjóðverjana það er ákveðinn sóðaskapur oft sem höfða til mín ég hef aldrei getað gert hluti sko hreina eða fallega það ég man eftir því einhvern tíma var ég búinn að eyða formúi í að láta ramma inn myndir í svona glossi ramma að þeim ég varst að henta myndefninu en ég var búinn að eyðileggja það allar mér að minna sko 2 mánuði síðar þeir voru allar útglóraðir og því ég er að mála það verður málingin út allt einhvern veginn og í staðinn fyrir að reyna sko tjónka við þetta þá ákveði ég að reyna frekar að nota það bara í verkunum ég er bara þannig maður mála út fyrir og þetta fannst mér þegar ég gerði þetta upp fyrir mig þá var það heilmikil frelsun og mér finnst myndirnar mínar megi verða fyrir hnjaski af því að þetta er bara flötur sem að upplifir eitthvað í fyrsta lagi það er einhver sem málar á hann og svo kannski getum áratugi eða árhundruð þá hangir svona mynd í allra andan aðstæður og það er eitthvað sem nuttast utan í þar og svo framvegis og fer inn í verkið hvort sem það er skúlptúr eða málverk eða hvað sem er Svo er eitt sem er náttúrulega ekki hægt að horfa framhjá. Þú hefur löngum notað sérstaka tækni, svona vaxtækni. Er hún ertu ennþá á þeim nótunum, notar hana? Já, algjörlega. Hún er orðin partur af þínu. Geturðu lýst? Eða á ég að lýsinni? Þú mátt það alveg, en sko, en þetta vaxið hefur þetta smöds, þetta klístur einhvern veginn sem að hentar mínu vinnubrögðum mjög vel og ég er hrifinn af því hvernig vaxið það mýkir liti, mýkir teikningu og þetta er náttúrulega ævaforn aðferð og ég man því ég byrjaði á sem fyrir einhverjum 30 eitthvað árum að það hafði ég ágjörði hvort að þetta bívaks myndi síðan sko þotna og molna eða þú veist hver endingin væri en svo sé ég það að þessar fyrstu verkni þau eru ennþá svona mjúk það er eins og vaxið það er eins og þessi fita í þessu sem að heldur í og lokar striganum mjög fallega og hann verður teygjanlegri auðvelt að strekkja hann verður svolítið eins og bara gúmmí næstu því það heyrist vel í okkur, er það ekki? Tæknin sem við erum að tala og mjög áberandi í verkum Jóns og hefur fylgt honum í gegnum tíðina kölluð á erlendum tungumálum encaustic og sem sagt bráðið vax og það er borið á meðan það er í fljótandi formi það er rokjant, það er erfitt að eiga við það
slettist ekki út allt og hefur tilhneigingu til að Nei. Það ekki? Nei. Og þú getur líka blandað olíunni saman við, sko. Já. Og þau gerðu þetta til dæmis abstrakt expressionistarnir ætlaðu að drýja olíuna því að þegar þið sjáu þessi málverk sem eru mjög þykkt máluð og olíuliturinn dýr, að þá hrærðu þeir þessu saman við og gátu fengið svona bara eins og múrhúð sem var þá bara fax og olía. Þetta sko ævaforntækni sem að Grikkir þróuðu mjög upp á mjög hátt plan og máluðu meðal annars, notuðu til að mála með öll hofin sín og raunar allar styttur því að svo var hægt að pólera þetta eftir á. Þannig að til dæmis andlits stytturnar þeirra þær voru málaðar og svo var hægt að draga fram svona glansinn í andlitunum. En þetta gefur, það sem mér hefur alltaf fundist merkilegt er að þetta líka gerir það verkum að það sést örlítið alltaf það sem þú ert að gera hafði gert áður. Þetta er eins og hálf gagnsætt. Já, þetta verða svona lög og sem að mér veist henta minni vinnu mjög vel og það er þú gerir eitthvað í myndinni og það út ekki ánægð með það, leiðréttir það en það hverfur aldrei alveg, það eru verða treys eftir, þannig að þú sér kannski ferli myndarinnar í gegnum þú sér kannski 2-3 myndir í rauninni, eða leifar af þeim og ég hef gert þetta líka þegar ég er að mála bara með olíunni að svo mála ég yfir og mála aftur og þá veist mér skemmtilegt að leyfa að sjást örlítið í það sem var áður eins og þú veist, eitthvað sem var hætt við eða endurskoðað og þannig að það verður svona að þú farið ferli í myndina. Ég veit ekki hvort að fólk skynjar það endilega sem eitthvað ferli en ég geri það og mér finnst það dýpka við það. Það gerir óneitanlega, ég hef stundum talað þetta sem svona palimpsest, það er nú líka grískt orð og er notað yfir svona vaxtöflur sem að sendiboðar í gamla daga, áður heldur en að snjallsíminn var til, notuðu til þess að fara með, þá skrifuðu menn ristu menn ofan í vaxhúð, eitthvað sendiboð og svo var sendiboðið sendið með þetta og þegar að menn voru búin að lesa þá fóru þeir með höndunum yfir þetta og hitinn úr þumlunum bræddi aftur þannig að sendiboðin hurfu en ekki alveg. Og þeir gætu skrifað yfir þetta. Já, svo var hægt að skrifa yfir þetta. Þannig að þetta er eins og marglaga og það óneitanlega gerir verkin þín afar dularfull vegna þess að manni finnst aldrei eins og maður er alltaf á mörkunum þess að skoða þau sem abstrakt en svo maður er alltaf að finna eitthvað fíguratíft í þeim. Getur einhvern veginn getur lýst þessu? Já, eða ég hef tilhneigingu til þess að horfa á myndir allavega þegar ég er að vinna myndir raunverulega sem abstraktsjónir þó að það séu fígúrur í þeim og þannig að ég byrja oft með einhverja fígúru eða einhvern hlut og vinn með það einhvern tíma og svo hættir það að vera það hættir að hafa það merkingu sem það hafði upprunalega og fer að verða bara hluti af einhverju svona myndbyggingu og einhverju samspili lita og forma. Þannig ég fer að horfa á það abstrakt og oft velti ég myndunum fram og tilbaka, sný þeim við og held áfram með það þannig og eyði út fyrir. Og svo eru aðra myndir sem bara reynilega læt þróast lengi eða
það var eins og ég sýndi í gallerí Sævars Skals 97 held ég, seríu sem ég var ánægður með og það voru litljósmyndir og gúmmílím sem hefur svipaða áferð og vaxið og líka eins og húð þeirra þornar. Og meiningin var, ég sýndi þær sem sagt fljótandi, það voru blautar og svo sá ég fyrir mér að ég geti sýnt þær aftur 2 árum síðar því þá var þær búin að taka sig endanlega eins og þær átt að verða. Og orðnar allt öðruvísi. Það tók næstu því 13-14 ár og ég með þær hérna á sýningunni og það núna fyrst þegar þær að klárast. En þegar það sýndar upprunalega þá þær bara mynd og þið sjáu svona gúmmívökva. Já, þetta hefur heillað mjög marga og ekki hvað síst kollega þína sem allavega hafa séð til þessara mynda. Já. Og eru mjög hugsi við því hvað í ósköpunum þetta en þú lýst í að þetta sem að þú blokkerar algjörlega, það kemst ekkert það getur ekkert lekið út. Nei. Og svo byrjar bara efnabreytingin að eiga sér stað. Já. Það nú myndi sumir segja, heyrðu, halló, ég var að kaupa verk eftir Jón Óskar og það lítur svona út. Svo kannski 5 árum seinna þá það bara orðið allt öðruvísi. Nei, þau reyndar ekki þannig. Þetta verk hins vegar þannig og reyndar fleiri, en þá það alltaf, ef að fólk hefur fengið þá það bara með þeim formáli þetta eftir að taka sig. En svo aðra myndir sem ég hef raunverulega verið með í 20 ár og þau eru hérna á sýningunni líka. Myndir sem ég byrjaði á í Berlín og vann svo aftur nokkrum árum síðar eða vann honi þær og sýndi þær í einni mynd einhvern tímann í Gerðarsafni og svo tók ég þær aftur upp kringum 2010 og svona eiginlega kláraði þær, þannig að það eru mjög margar af þessum myndum eiga svona tímaferli og breytast mikið frá upprunalegri mynd og eru raunverulega búin að kannski glata fyrstu merkingu þeirra, eða var einhver merking þeirra að segja. Og þetta hefur alltaf hrifið mig, það þessi tíminn. Marktímar. Já, allt breytist og eyðist og svona fletir, þeir fá oft einhverja fyllingu. Þegar framleiðast. Bara eins og allir hlutir og allar verur markerast. Þetta minnir mig á það sem að í rauninni þetta minnir mig á það sem að blessuð sé minningans þýski listmálarinn Sigmar Polke sagði, svo ég vitni í hann að hann var fyrir því, hann lá undir því ámæli að myndirnar hans tækju stórstígum breytingu eftir að menn voru búin að kaupa kannski dýrum dómum og þá var hann búin að verja sig með því að hann fór alltaf á hverju ári í marga áratugi. Þá fór hann suður til Ítalíu og tók ljósmyndir, hann var góður ljósmyndari og rétt eins og þú, þá notaði hann mikið ljósmynd í sem hluta af sínu ópusi og hann tók alltaf ljósmynd af einu verki eftir Caravaggio sem að flestir þekkja, sem ávaxtakarfan fallega í Ambrosiana-safninu í Milano. Og hann hélt því fram að bara á þeim stutta tíma, eða svona þessum 20 árum, 25 árum, þá hefði karfan breyst mjög mikið og þá lagði hann saman 2 og 2 og sagði verkið hefur ekki verið nándar nærri svona raunsætt þegar að Caravaggio léta frá sér
það hefur tíminn hefur brætt litin einhvern veginn saman og gert það sko það sem vaxið það mýkir og þetta sama sjáum við gerast myndir sem hanga í svona reykfylltum herbergjum að þið takið mynd niður sem hefur kannski hangið inn á bar í einhver 30-40 ár þá komin filma yfir og myndin betri hún búið að svona filtera þetta þess vegna bregður mönnum oft sko þegar þeir fara að hreinsa málverk þá kemur eitthvað ljós sem ekki eins glæsilegt og eins og menn gerðu. Jú, þetta menn hafa rifist út af þessu út af Rembrandt sko, það var náttúrulega lenska í gamla daga að hver nýr eigandi ferniseraði myndina sína þegar hann eignaðist hana, þannig að það voru kannski komin 10-20 lög af fernis mishreinum og svo var náttúrulega frægt dæmi þegar þeir hreinsuðu Sixtínsku kapelluna hans Michelangelos og menn hrópuðu upp yfir sig að það væri búið að eyðileggja gamla mannin. Þetta væri eitthvað alversta stílbrot. Þannig að þú segir að tíminn besti málarinn sko. Tíminn besti málarinn. Og og nú þú samt sem áður þú hamhleypa til verka en það samt þetta í huga því að við erum við hliðina á verki sem ég veit að mörgum starfsýnt á það bláa myndin þú nefnt við mig að hún sé fljótið lyktstreymi Don eða lyktstreymi Níl fljótið með alla sína sögu það merkilegt að mínum mati að sjá að sko þú þegar maður kemur til þín þá ertu upp fyrir haus í atinu eins og þú eigir lífið að leysa en samt sem áður þegar maður sér svo eftir á þá eru myndirnar þínar afspyrnu þær eru einhvern veginn einmitt það taka svo mikið tíman í sig og minna mjög margar eins og þessi hreintubent og tónverk eða svona eins og einhvers konar symfónísk ljóð. Er þetta eitthvað sem að þetta nú svona ég veit það ekki þetta svona rómantísk vangavelta sko sem að ég hafði með hollenskan teiknara sem heitir Rotman og þekktastur heima fyrir Dísu Ljósál og Alfinn Alvakóng og þetta og ég vann seríu sem að byggði á hans teikningum og ég var svo hrifinn af þessum heimi og hvernig hann notar sko pensil eða fjaðurstaf eða hvað hann notaði og þetta byrjaði einhvern tíma þegar ég var búinn að vera mikið að þvælast í munstri og var búinn að velta fyrir mér þessum teppum íslensku teppum þessum mega ekki vera neina fígúrur þessum að myndirnar af Múhameð það má ekki vera mega ekki vera myndir af spámanninum og svo framvegis nema ég tók þessi ævintýri Rotmans og var að fikta í þeim blanda saman mörgum myndum og blanda því saman við gamlar kóparstungur og fleira en jafnframt taka út allt fólk og það sem ég er mjög ánægður með í þeim myndum að heimurinn skila sér jafnvel þó að myndflutturinn sé orðinn abstrakt að þá skynjaru sko þennan undraheim eða þennan ævintýraheim og það var reynt að hafa upp á þessum þegar ég var að gera þetta þá
ég held að það var Jón Proppé sem hafði samband við eitthvað safn í Hollandi og var að spurjast fyrir hann og þeim var mjög brugðið, þeir konnuðust ekkert við hann og þeir eru svo sakbeitnir út af hvernig þeir hafa komið fram við sína listamenn í gegnum tíðina og hafa reynt að bæta fyrir það það uppást mikið leit hver þessi Rótmann geti verið og þá kom í ljós að hann var teiknari sem teiknaði í dagblöð og upprunalega þetta framhaldssögur en hérna heima var þetta gefið út á bók þannig að það við erum sannlega eina landi sem hefur gefið út þessar í bókaformi og hann hvarf síðan, þetta var gyðingur og hann hvarf í seinni heimsstyrjöldinni og ekkert vita meir sko hvað var það? Nei. Hvort hann hefur verið og síðan þessi mynd sem þú myndist á að hún svona byggð á fígúrum úr þessum bókum og hún kannski skiljanlegust af þessum myndum því að hinnar eru jafnvel meiri aftrásjónir þessi hins vegar þannig að það getur skynjað það sem fljót eða mér fannst þetta tímabili vera Laxá í Aðaldal þetta var fer þangað á hverju sumri og veiði og þetta ekkert ósvipuð stemming, svona lágfell í baksýn og það maður finnur fyrir einhver svona þunga, það kannski náttúrulega bláminn í henni sem gera, hún svona eins og vatn sem svona það Svolítið svona muggur líka. Já. Svona dimmalim, heimur. Akkurat. Og þannig að það er rómantík í Já, ég myndi halda þetta að vera eitthvað rómantísk sería. Já, akkurat. Melankólía, eitthvað. Já. Það segir sig eitthvað grenjandi yfir því það. Nei. En það er svona angurvær. Þægileg tilfinning fyrir mjög. Kannski áttar fólk sig ekki á því fyrir en það kannski pröfar að skoða aftur gamla litteratúr sem það upplifði sem börn og hefur ekki séð lengi og kemur svo kannski inn í bókabúð eða á gamlan bókamarkað og opnar bók að þá verða til einhver áhrif. Já, alveg tímalust. Það eru líka vonbrigði oft. Jú. Nokkrum árum þá greip ég í gamlar Bob Moran bækur sem ég fannst æðislega þegar ég var krakki. Það er ekki alveg að fínt og sígilda sögublöðin sem eru kannski ekki eins vel teiknuð eins og maður myndi þau í gamla daga. Já, það er eins og svo ljóta teikningar í þeim að ég hef oft kóperað upp úr sígilda sögum, það hefur hentað ágætlega mínum myndum og það hefur verið svona brunnur fyrir mig. Þannig að ljótleikin að vissu leyti það sem það fóðrið. Sko, ég hef aldrei horft á myndir eða metið þær hvort það séu ljótar eða fallegar. Það bara, sumar myndir eiga að vera ljótar alveg eins og bara við mannfólki. Það sumar eru fallegir og aðrir eru ljótir og við erum alltaf á milli. Og ef einhver mynd er ljót þá náttúrulega bara á henni að vera þannig og það þýðir ekki að hún sé verri. Þetta kannski nokkuð sem að kemur fólki hér og áhorfendum oft skringilega fyrir sjónir að það setur svo mikið saman sem merki milli listar og fegurðar. Já. Það kannski allt of mikið gert af því. Já, ég get alveg skilið fólk, sko. Það vil ekki endilega hafa einhverja ljóta myndin í stofu á þér. En hins vegar, mér veist það gegn mjög miklu hlutverki á sýningum. Það ákveðin frásögn í því, það ákveðið samspil við aðra myndir. Ég sýndi á listasafni Akureyrar fyrir nokkrum árum og sýndi Augugula skuggans og var svona tribut til Bob Moran bókana. Og það hafði rauninni ekkert með hann að gera, það var bara með þetta stemming. Og þá var einmitt
kona sem kom þar inn og sagði merkilegt hvað þetta að gera góða sýningar með ljótum myndum. Og mér fannst það vera góð ummæli. Eigum við að hafa þetta fyrir kannski loka orðin, Jón? Ég held að það megi við getum, Jón gætum haldið áfram í nokkrar vikur, en ég hugsa að þið eruð kannski dálítið þreytt á því, en ég þakka þér rosalega vel fyrir. Mér finnst eins og maður hafi náð að komast betur að myndunum þínum heldur en hefur ekki setið hérna með mér. Þakka þér kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Kannski við ættum að gefa séns á kannski fáeinu spurningum, af því að það alltaf einhvern veginn rúsínan í pylsuendanum, sleppa þér ekki alveg. Þarftu ekki spurninga, Hulda? Allir að elda kvöldmatinn? Það heyrst ekki í honum. Það á ekki að heyrast í honum. Já, maður væri svona léttum nefnir á þann að hvernig myndi lítið út eftir að það er veikt kannski í skólan. Við erum séð okkar myndir hreinsan okkur hundur eftir hreinsun. En þetta er þá kannski myndist en þetta veikja alveg inn á þessu. Hvað sér að? Ég sé það kemur þá kannski, ég nefndi þarna að hér þetta myndir kannski eitthvað slæmand og það er búið að veikja eitthvað. Nú er sennilega að mestulega hægt að reykja í heimahúsum, þannig að þetta verður kannski nýtt myndist. Þetta er búið. Það er það verður með bara stóla á fituna í loftinu á restaurantum. Þetta er eins og hvað heitir það, Texas bar í Berlín. Já, nákvæmlega. Sem er frægur matvörustaður. Og eigandinn hafði fengið eitthvað oft borgað í myndum, þannig að einhverjum var alveg betræktur af verkum við þekktra manna og svo stundum hafði verið tekið út og fært til og þá sá maður skellutan á veggjunum og það var snjóbítu veggur á bakvið en veggirnir voru drapplitir, þannig að maður getur ímyndið sér hvað hefur verið mikið von á myndunum. Þannig að maður verður bara að treysta því að oljur á mat og svona fari og rík. Eitthvað sem að ykkur langar til að spyrja úr því að Jón er á staðnum og eitthvað sem að hefur eitthvað sem ykkur finnst vanta í spjall okkar að vekja athygli á. Mér langar að vita hvaða myndir og að segja frá myndum með gúmmíkúðunum, það er væri eitthvað? Já, það er eitthvað í horninu. Það er eitthvað í horninu. Það eru sex myndir. Það eru reyndar fleiri, það eru auðmann 13 og í dag finnst mér það alltaf að vera eins og eiga hérna dauðu eftir Brooklyn. Þetta er svona eins og einhver haus upp úr einhverjum haffleti eða heimaklettur. Já, heimaklettur. Ég leik því að Aðalsteinn Ingólfsson um daginn þetta væri myndið af heimakletti. Það er þegar hann ætlaði að gefa þetta frá bókum Vestmannaeyjar. Við sjáum til hvort hún er að rata á hann. Að þetta sé kannski endanlegi stórhöfði. Það er ekki. En þessar verðar svo gerðir Berlín, hvað er það gammal? Hvað? Þú gerði þessar Berlín? Já. Hvað er gammal? Það eru 94. 20 ára? Já, þessi mynd, þetta eru myndir sem ég gerði margar svona myndir sem tók í mjög hrifin að lélugum ljósmyndum sem eru svona úr fókus eða teknar á mikilli fjarlægð. Þetta var sería sem ég vann, þar sem ég skannaði upp úr fréttablöðum. Þetta er fólk í bakgrunni. Það er raunverulega þetta er mynd sem það er verið að taka mynd af einhverjum öðrum. Þetta er maður í bakgrunni og er stækkaður mikið og
Þessi mynd hefur verið eiginlega á öllu sýningu sem ég hef haldið síðan þá. Alltaf ekki svo gott að hafa hana með einhvern veginn. Já, svona svo... Það var ekki kaupa hana. Tryggðarpantur. Þannig að hún heldur aðra svo þetta flugvél og kom inn til lendingar. Þá bara þakka þér. Já. Já. Svo vikið því að þú sagði okkur frá þessari mynd og hún opnaðist svo mikið. Já. Og kannan að vita með þessast höfna stóru í framvöldum. Hvað sem þetta var bara hvað var að gerast. Já, sú mynd, sko þær myndir, þetta er svona sirpaða myndum og teikningum sem eru tilengaðar þekktu amerísku málverki sem heitir Washington Crossing the Delaware og þið kannist ábyggilega við, hann er að fara yfir fljótið, þetta er þegar að verða svona pólskipt í stríðinu, frelsistríðinu. Ábúða mikill í stafni og þeir er að fara að fara að sigra þarna englendingana við fljótið. Það er amerísk málverk frá þessum tíma, þau eru, mann er reynda þjóðverið sem mála þetta, en þetta málverk tilheyrir amerísku sögu og Ameríkanar gerðu gríðarlega mikið af glæsilegum málverkum sem voru svona svakalega sviðsmyndir til þess að undirstrika hvað landið var í glæsilegt og allt þetta. Þetta málverk hefur margoft verið vitnað í gegnum ameríska listasögu og menn hafa gert svona tribute. Larry Rivers? Já, og ég var mikill aðdáandi Larry Rivers þegar ég var í skólanum. Já, akkurat. Og í gagnfræðaskóla, þetta var flottur og hann málaði mitt tilbrigði við þetta. Já, mjög flotta mynd. Hvað sérðu? Það er mynd af Washington, George Washington, þar sem hann er að fara á báti með hermönnum og er að fara yfir Delaware ána og þetta er svona, þarna verða pólskipti í stríðinu, þarna náður að berja englendinga niður. Og ég hefur alltaf setið í mig bara síðan þá að gera einhvern tímann tilbrigði við þessa mynd og þá gerði ég heila sýningu sem var málverk og teikningar. En munurinn af minni mynd og þeirri sem Larry Rivers gerði er það að þið sjáuð engan George Washington, hins vegar er þetta byggt á landakortum og af Delaware-svæðinu og það er enda líka landakort af Vestmannaeyjum þarna og svo er Ringo Starr í einni myndinni, þannig að það er ýmsu blandað saman og og svo teikning af strategíum, hernaðar strategíum. Já, hvernig hann lagði hlutirnar til þess að koma aftan að Bretum og einangrað og svo er þessu hrært saman í einn graut og þetta verður raunverulega bara svona abstrakt flötur og mér og hvort að fólk sér það eða ekki, mér finnst það aukaatriði, fólk veldur oft fyrir sér hvort að ég skilja myndir en maður þarf ekki að skilja, maður á bara held ég að upplifa myndir eða skynja þær því að myndlistamenn eru upp til hópa ekkert mjög greintir og þannig við erum meiri svona tilfinningaverur og ég er sannfærður að við myndum flesti vera rithöfundar ef við værum svona dýpri þannig að þá bara að lifa okkur eða þá bara að skynja okkur Já, listin er svona eins og ástin maður skilur aldrei fyllilega manneskjuna sem maður verður ástfanginn af en maður lærir að lifa með Já Er það svoleiðis? Akkurat Ég vona að þetta svari örlitlu af spurningum og ég vil þakka Jóni ennþá einu sinni fyrir
fyrir að vera með okkur hérna og taka svona vel í það að opna umræðinu og opna á það hvernig hann vinnur, hvernig vinnuferlið og hvernig listans verður til. Takk.